Komiði sæl, þetta Pólitíkin, 60. og 50. þáttur. Ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Þennan þátt ætlum við að tilenka ungum sjálfstæðismönnum. Samband ungra sjálfstæðismanna var stofnað á Þingvöllum árið 1930 og fagnar því 92 ára afmæli á þessu ári. Innan sambandsins eru starfandi 32 félög ungra sjálfstæðismanna land allt. Samband ungra sjálfstæðismanna er öflugur vettvangur fyrir ungt hægrisinna fólk sem vill koma á sjónarmiðum sínum á framfæri og SÚS hefur í gegnum árin haft mikil áhrif á íslenska þjóðmálaumræðu og íslensk stjórnmál. Það má segja að stóru baráttumálin í gegnum þessi 92 ár hafi verið aðhald í ríkisumsvifum og meira frelsi. Gestur minn að þessu sinni er Lísbet Sigurðardóttir, formaður SÚS. Vertu hjartanlega velkomin, Lísbet. Takk fyrir. Svona í upphafi, segðu mér aðeins frá sambandi ungra sjálfstæðismanna. Já, SÚS er stærsta og elsta, mér skjálflast ekki, unglingahreyfing stjórnmálafólks á Íslandi og eins og þú nefndir þá höfum við verið starfandi í 92 ár og svona þó svo að umhverfið hafi breyst aðeins á þessum langa tíma sem að sambandið hefur verið starfandi, þá hafa áherslurnar haldist þær sömu og upprunalega var sambandið stofnað til þess að svona standa vörð sjálfstæðisstefnuna og það á ennþá vel við í dag. En svona upphaflega var svona megin stefið að stíga fullveldisskrefið til fulls og ungir sjálfstæðismenn voru virkir í því. En núna höfum við verið áberandi í að veita stjórnmálaflokkum aðhald og ekki síst sjálfstæðisflokknum. Því að ég held að það sé mjög hollt fyrir flokka að eiga sínar ungu raddir innanborðs og þeim sé veitt svona heilbrigt aðhald í sínum störfum. Og við erum náttúrulega þekkt fyrir að vera svolítið samviska flokksins. Við erum ung og getum svolítið leyft okkur að segja meira en kannski þeir sem eldri eru. Og höfum bara verið duglega að hnippa í okkar kjörnu fulltrúa ef að okkur finnst þeir missa frelsisboltan. Þannig að ungt fólk sækir náttúrulega mikið í SÚS ef það tengir við frelsishugsunina og þannig að við reynum hvað við getum að halda henni mjög virkri á lofti. Þú nefndir að SÚS var í stærsta unglingahreyfing landsins í stjórnmálum. Ég man þegar ég var í stjórn SÚS þá var Heimdallur stærri en sumir af stjórnmálaflokkunum sem áttu sæti á Alþingi, þannig að þetta er náttúrulega gríðarlega stór og öflugur vettvangur. En þú talar að þið væru samviskan í flokknum og ég held að það sé alveg rétt, en hvernig getur SÚS haft áhrif á íslensk stjórnmál? Ég held að við höfum mjög góð tækifæri til þess að hafa áhrif á stjórnmálin. Bæði náttúrulega innan okkar flokks þá höfum við mjög greiða leið á okkar kjörnu fulltrúum. Við höfum reglulega fundi með ráðherrum og þingflokknum, boðum fund með þeim bara þegar þing hófst í vetur og lögðum þeim línurnar svona fyrir kjörtímabilið og svo erum við boðin í reglulegar heimsóknir, bæði í ráðuneytin og í þingið til þess að eiga bara beint samtal. Formaður SÚS setur þingflokksfundi, þannig að það er alltaf hægt að beina svona málum til hans og hann fer með mál félagsins inn á þá fundi fyrir hönd félagsmanna. Þannig að ég held að við innanborðs höfum við mjög góð tækifæri til þess að eiga bara beint samtal við kjörna fulltrúa. En svo höfum við líka séð að við erum, þegar við tökum okkur saman, erum við mjög öflug og getum vakið mikla athygli og umræðu í samfélaginu ef við viljum berjast fyrir ákveðnum málum og það á okkur hlustað. Já, það er svolítið gaman einmitt að sjá að sjálfstæðisflokkurinn treystir ungu fólki og nú eigum við ráðherra sem er einmitt á SÚS-aldri og annan ráðherra sem er bara rétt væntanlega að skríða af SÚS-aldri, þannig að við erum í rauninni með 2 ráðherra meðal svaraformann flokksins. Þannig að það er svolítið skemmtilegt hvernig og hátt hlutfall þingmanna. Þannig að það er greinilegt að sjálfstæðisflokkurinn treystir ungu fólki og ég held að það sé mikið til því að þakka að ungt fólk hefur verið mjög öflugt og áberandi innan flokksins síðustu áratugi og áraraðir. Þannig að það er svo sem engin nýlunda, ungt fólk hefur verið duglegt alla jafna að láta í sér heyra innan sjálfstæðisflokksins
og náð mörgum góðum málum fram. Talandum að ná mörgum góðum málum fram, ef við horfum svona þess að söguna, hvaða mál svona getur nefnt helst sem að SÚS hefur beitt sér fyrir og við höfum náð árangri með? Já, svona sögulega þá til dæmis hægt að nefna frelsi á útvarpsmarkaði og það voru nú 2 ungir sjálfstæðismenn, Vilhjálmur Vilhjálmsson og Markus Örn Antonsson, sem að beitti sér fyrir því á sínu tíma, byrjuðu bara að tala fyrir frelsi á útvarpsmarkaði og að einkaaðilar gætu rekið útvarp og sjónvarp og það tók sinn tíma, þá tók 15 ár þangað til að það náðist í gegn 1985 en þetta hefur allt saman sitt að segja og ég get líka nefnt dæmi þegar bjórinn var leyfður. Ungi sjálfstæðismenn voru áberandi í þeirri umræðu og hafa svo sem alltaf verið talað fyrir auknu frelsi á áfengismarkaði og við höfum kannski verið svolítið gagnrýnd fyrir það að tala mikið alltaf þetta sama, alltaf áfengismálinn og spurð hvort að við höfum ekki neitt annað að tala, en þetta skiptir máli. Það skiptir máli að hamra á þessum hlutum þegar það hefur ekkert áunnist, því að síðan borgar það sig til lengri tíma, eins og við sáum bara núna í sumar þegar lítið en mjög mikilvægt skref var stigið þegar burkhúsum var heimilt að selja frá framleiðslustað sínar afurðir og þannig að þetta eru svona þessi stóru mál kannski og við erum alltaf að einbra á þessum frelsismálum en svona kannski nýlegri dæmi sem ég geti nefnt til dæmis umræðan nýju stjórnarskrána þar sem að við vorum áberandi og vildum koma inn þarna til þess að leiðrétta ákveðnar rangfærslur í umræðuna okkur fannst sem að skilaði sér í því að þessi umræða svolítið dó niður sko. Þannig að það hefur sitt að segja og skiptir máli hvað við höfum fram að færa í þessum málum. Þetta var nú ekki alltaf verið átakalaust og að því þú myndist á útvarpsmarkaðinn að sko, það var nú töluvert tókstreið og það voru meira að segja sko, þegar sjálft ríkið ákvaða að hætta að bjóða bara upp á Rás 1 og fór að bjóða upp á aðeins svona meira dagur mála tónlist með Rás 2 það þótti það ekki einu svona sjálfsagt sko, að auka úrvæli og hvað þá þegar einkareksturinn átti nú að fara að koma inn í þetta en þannig að þið hefur svona fengið oft ákúrur og þetta bæðir hrós og gagnrýni fyrir margt sem að þið hafi staðið fyrir í þessum frelsismálum og nýlegt dæmi er akstur leigubílaakstur eða meira frelsi í því og þið voru nú með þið voru með býðu upp á akstur daginn og það reif nú upp svona einhverja raddir sem voru ekki sáttu við það og auðvitað með áfengislöggjöfina líka, margir sem hafa verið að gagnrýna ykkur þar. Svona hvernig bregstu við svona gagnrýni og á ykkar aðferðir og hvað eru þið bara pöngast eða hvað er Já. Ég tek hana ekki nærri mér, þessa gagnrýni. Auðvitað kemur þetta illa við suma, sérstaklega kannski þá sem eru í greininni fyrir og finnst óþægilegt að sé verið að rugga bátnum. En það er einmitt mjög mikilvægt að við tökum umræðuna og við megum ekki vera hrædd að taka umræðuna þó sem hún sé óþægileg eða hafi ekki heyrt áður eða öllum finnist bara líði vel og séu sáttir, þá þarf alltaf að vera hægt, sérstaklega þegar ríkið setur lög og reglur og setur aðalum ákveðnar skorður og vill hafa hlutina svona og hinsegin, þá þarf alltaf að vera hægt að ræða það, hvort að það megi gera betur, stiga inn í gera einhverjar breytingar, stokka upp í einhverjum kerfum sem að hafa verið eins og þau eru í lengri tíma, ég vil bara áður en að þú fættist. Þannig að ég held að við þurfum alltaf að vera opin fyrir endurskoðun og umræðu í öllum málum og pöngast eða ekki, við náttúrulega þurfum bara að reyna að vekja athygli á því sem að við erum að segja og viljum færa fram í umræðuna. Og núna þegar við erum með alla þessa miðla, fólk er með snjallsíma með sér allan daginn og les alls konar fréttir, þá þarf stundum að fara nýstárlega leiðir til þess að ná til fólks. Og við einmitt buðum upp á þetta endurgjaldslausa skull því að okkur fannst bara nauðsynlegt að stíga þarna inn í, það voru orðið ófremdar ástand á leigubílamarkaðnum og það vakti svo sannarlega athygli og ég held að
hvort sem að fólk hafi verið ósammála eða sammála okkur, þá voru allir sem að móti þessu skoðun á þessu og það var í rauninni markmiðið að vekja fólk til umhugsunar og þetta yrði svona fólk færi að skoða málin og spá í þau aðeins. En svona aftur að beinta sambandinu, hvernig, því að þú talar það áðan í upphafi að sambandi hefur þetta breyst, hvernig hefur sambandi verið að breytast svona í gegnum árin? Já, eins og ég nefndi í upphafi þá var þetta náttúrulega svona aðeins aðrar áherslur eða annað umhverfi sem að við byggum við þannig í upphafi en síðan kannski sjáum við það núna að við erum að fá beint úr sambandinu, við erum að koma ungu fólki að í meira mæli, við erum að hvetja fólk til þess að taka þátt í pólitísku starfi, eigum í auknum mæli kjörna fulltrúa á þingi ráðherra, kvenráðherra, ungar konur sem mjög ánægilegt í fyrsta skipti. Þannig að ég held að við séum að ná jákvæðum breytingum fram. Við höfum líka verið mjög, þó svo að það kannski sjáist ekkert út á við, þá höfum við átt í mjög virku samtali innan flokksins, beitt aðhaldi og spurt spurninga. Við höfum fengið ráðherra á fundi til okkar og fengið þá til þess að svara okkar spurningum sem við beinum til þeirra beint. Þannig að ég veit svona svo sem kannski ekki hvernig þetta var áður fyrir, en mér finnst við vera í mjög virku samtali við kjörna fulltrúa og sem bara algjörlega mjög jákvæður hlutur. Þannig að, en síðan eru þetta ekkert hægt að skauta fram hjá því að núna landslagið í stjórnmálum dálítið breytt. Það eru mun fleiri flokkar á þingi nú en áður þegar sambandið var stofnað og þannig að það til dæmis til þess að ná athygli ungs fólks þá þarf að leggja meira á sig og við þurfum að vera virk og stiga inn í og vera með öflugt unglega starf til þess að ná eyrum og augum ungs fólks. Það er mjög mikilvægt. En hvernig þú komst aðeins inn á samfélagsmiðlana, eru þeir að hjálpa, eru þeir að hamla starfinu, hvernig lítur það við þér? Þeir hjálpa alveg klárlega. Þar getum við átt mjög svona beint samtal við einhverja sem kannski hefðu ekkert verið að hugsa pólitík. Kannski áður fyrir var það þannig að þeir sem höfðu virkilega áhuga á pólitík voru að nálgast unglegarhreyfingarnar, skrá sig á fundi, mæta og eitthvað svoleiðis. En núna getum við frekar komið til fólks og við erum á öllum miðlum. Við erum á Facebook, við erum á Twitter, við erum á Instagram. Með misjafna aðkomu, við erum með mjög sterkt og öflugt markasteymi sem vaktar þetta bara og fylgist með og setur út skemmtilegt efni. Og núna fyrir síðustu alþingiskosningar þá stofnum við TikTok rás og við erum þar og vöktum mikla athygli þar og mjög skemmtilegur miðill svona til þess að stokka aðeins upp í hlutunum og það vakti mikla lukku, ekki síst hjá þeim sem eldri eru innan flokksins og voru farin að deila TikTok myndböndum á sína miðla og fannst þetta stórsniðugt. Þannig að það var bara mjög skemmtilegt að vera svolítið, við þurfum alltaf að vera að skoða nýja leiðir til þess að nálgast fólk og sýna fram á svona hvað við erum skemmtilega og hvað það getur verið skemmtilegt að taka þátt í unglegarhreyfingum. Svona ef við horfum aðeins bara á íslensk stjórnmál í dag, hvernig líst þér á ástandið? Já, ég veit ekki alveg hvað skal segja sko. Það er náttúrulega svolítið sérstök menning og orðræða í íslenskum stjórnmálum í dag. Mér finnst vera svolítið mikil neikvæðni, mikið talað það hvað við höfum það slæmt og það tala niður hvað við erum rík þjóð á mörgum þáttum, hvað við erum heppin að búa hér, hafa góða orku og vera græna orku og hvað við eigum mörg tækifæri til þess að sækja fram og gera vel og leggja okkar að mörgum til dæmis í loftslagsbreytingum. Og hún líka svolítið pólariserð umræðan. Það skortir yfir, finnst mér, og við getum svona lítið farið svona málamiðluna leiðina og tala svona skynsamlega hlutina. Það er annarkvort bara af eða á og svo þetta með samfélagsmiðlunum, eins og hún nefndir áðan, þá kemur svo mikill hraði inn í hlutina og málin einhvern veginn sko
ganga eins og stormur yfir samfélagsmiðla í nokkra daga og svo lognast þau út af og fólk gleymir og þá bara næsta mál tekið fyrir. Og ég held að þetta sé kannski ekki endilega til góðs, að við séum á svona miklu maraþon hlaupum með málin einhvern veginn sko yfir eina viku og tökum svona rosa sprett með það, heldur frekar að við ræðum málin í kjölinn, förum yfir þetta saman og finnum sameiginlega lendingu, því að svona umhverfið hefur oft verið svolítið svona það mikið upprópanir og verið að reyna að ná athygli fólks með því að slengja einhverju fram sem að á sér oft enga stoð og vegna þess að fólk les bara fyrirsagnir og kynnir sér ekki málin í kjölinn, þá það ginnkeypt fyrir því sem að er slengt fram sko. Það mætti alveg laga þessa tækni og þessa taktík. En einmitt sko þetta sem hún nefnir, þetta líklegt til þess að auka áhuga ungs fólks á stjórnmálum? Bæði og einmitt sko, ég held að ungt fólk sjáu kannski pólitík fyrir sér sem einhver hanaslag og finnst leiðilegt þessi umræða og finnst kannski stjórnmálamenn yfir höfuð svona bara kannski svolítið leiðilegir og svona tengi ekki alveg við umræðina og það eru notuð háfleg orð og það verið að tala hluti sem það kannski skilur ekki alveg og við þurfum að ræða málin svolítið á svona almennum grundvelli til þess að ná til ungs fólks og auðvitað skiptir þetta allt saman okkur máli. Ég meina það kannski ekkert æsi spennandi fyrir 15 ára til 20 fólk að ræða ríkisútgjöld en þetta skiptir okkur svo miklu máli og skatta og álagningar. En þetta skiptir okkur rosalega miklu máli því að útgjöld ríkisins í dag verða skuldir okkar unga fólksins á morgun. Akkurat. Og það er svona ungt fólk að hafa skoðanir á þessu máli. Já. Þið ályktuð í haust núverandi stjórnarsáttmála og voru svona ósátt við eitt og annað í honum, nefni þjóðgarð, mannréttinda, stofnun, aukin ríkisumsvif. Þið sögðust vilja sjá skýrari stefni í heilbrigðismálum, þið nefndu stöðu RÚV á fjölmiðlamarkaði, afnám einokunar RÚV á áfengissölu, afglæpavæðingu neysluskammta og meiri úthýsing og verkefni til einkaaðila í heilbrigðismálum. Segðu mér aðeins frá þessum áherslum og hvernig líst þér á þau mál sem að ríkisstjórnin hefur verið að leggja fram? Já, margt af þessum málum eru þetta mál sem að SUS hefur haldið á lofti í lengri tíma og svo sem kannski ekki nýtt, þannig að alltaf þegar það kemur ný stjórnarsáttmáli og þessi mál sem við höfum verið að tönlast á í gegnum tíðina ekki að finna, þá verðum við fyrir vonbrigðum og bara okkur rennir blóðið til skyldunar að vekja athygli á því að ekkert sé talað þessa hluti. En síðan líka vildum við bara benda á það hvað það leynist í raun og veru mikið af gæluverkefnum oft í stjórnarsáttmála og hvað forgangsröðunin oft ekki nógu góð því að einmitt þetta snertir allt saman útgjaldahliðina og það þarf sérstaklega núna þegar við höfum spennt bogann hvað svakalega í heimsfaraldri þá hefur sjaldan verið jafn mikilvægt að halda vel á spöðunum, svona horfa til þess hvar mætti hagræða og skera niður og einfalda regluverk og á sama tíma svona sprauta súrefni í atvinnulífið og styðja við það til þess að fólk geti rétt úr kútnum og allt þetta sem að þú nefnir þetta mál sem að við höfum barst fyrir, tala fyrir ginn aðkoma einkaaðila í heilbrigðiskerfinu og varandi áfengslöggjöfina og allt saman. Þetta er eitthvað sem að við munum ekki treytast á að ræða og munum halda okkar fulltrúum og öðrum stjórnmálamönnum við efnið og vekja athygli á þessu að þetta skipti okkur miklu máli, geri það ennþá og muni áfram gera. Hvernig snerta hugmyndir að setja á vegtolla í göngum til að fjármagna göng á Austurlandið? Já, við erum ekkert sérstaklega hrifin af því og heldum að það séu til skynsamlegri leiðir. En svona í lokin,
Það oft talað litla kosningaþátttöku ungs fólks og dvínandi áhuga á stjórnmálum. Af hverju ætti ungt fólk að taka meiri þátt og hvernig fáum við ungt fólk til að vera virkara og hafa áhrif og af hverju skiptir það máli að ungt fólk taki þátt í stjórnmálum? Já, það skiptir náttúrulega bara öllu máli að við látum okkur málin varða og það sem eins og ég sagði það sem verið að ræða í dag mun koma til með að skipta okkur höfumáli síðan mér og pólitík náttúrulega ekki bara fyrir einhvern afmarkaðan hóp eða einhvern afmarkaðan aldur. Þetta fyrir alla og þess vegna svo mikilvægt að við opnum starfið og hleypum öllu ung fólki að sem að hefur áhuga á starfinu og tengir við frelsishugsununa. Við getum til dæmis hvatt ungt fólk til þátttöku í pólitík með því að tala til ungs fólks, horfa í það hvað skiptir ungt fólk máli, vera óhrædd við að taka upp frelsisboltan á þinginu, ræða þessi litlu, ómerkilegu frelsismál sem að einhverjum hnýta í og segja sé ekki nógu mikilvæg. Þetta oft það sem að skiptir ungt fólk mestu máli og getur skipt sköpun varðandi það hvort að það finnist pólitíkin vera að starfa fyrir sig eða fyrir einhvern allt annan hóp. Og með þessu opnum við á leiðina inn í pólitíkina og við getum haft áhrif ungt fólk augljóslega á stóra sviðinu og þegar það byrjað að tala við okkur en ekki okkur, ungt fólk, þá held ég að við förum að hafa meiri áhuga á að taka þátt og mæta kjörstað. Það landsfundur framöndan í haust, verðið með ykkur að opna fundið, ykkur aðkomi fyrir fólk til að koma sínu sjónarmiðum og framfæri þar inn? Já, við erum búin að kortleggja haustið hjá okkur og við ætlum að vera með opna fundi á öllum málefnasviðum í aðdraganda landsfundar og við ætlum að leggja höfuðáherslu á það að fólk geti komið þó að það sé ekki í stjórnsviðs eða í starfinu nú þegar, heldur bara að hafi áhuga á málaflokkunum og vilji leggja sitt mörkum og við ætlum að vera með opna fundi þar sem að fólk geti bara komið og sagt sína skoðanir og þessar tillögur munum við taka hnoða saman í gott efni sem við tökum og inn á landsfund og verum duglega að lyfta boltanum þar. Greinlega spennandi landsfundur framöndan. Við látum þetta vera loka orðin í þessum 60. og 5. þætti Pólitíkurinnar. Innilega þakki fyrir komuna, Lísbet. Gaman að fá þig. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur sem allra best á vettvangi SÚS við að breiða út auki frelsi og minni ríkis út svif. Ég þakka þeim sem hafa hort og hlustað. Lifið heil.